Ingólfur var á undan, tíminn 5,83 en Böðvar 6,44. Þeir fóru aftur og Böðvar var svolítið seinna á ljósunum og var þar af leiðandi að tapa þessu því Ingólfur þar hafði ekki með betri tíma. Tíminn 5,56 sekúndur hjá Ingólfi. Þriðja og fjórða sæti kepptu því Jónas Karl Harðarson hér í vinstri braut og Böðvar Eggertsson og það Böðvar sem vinnur fyrstu ferð. Þeir stilla því upp aftur og Böðvar hér vinstra megin og hann ætlaði að bæta fyrir það hvað hann hafði verið seinna á ljósunum út í Ingólfi en var þarna helst til fljótur og þjófstartaði og Jónas því sigurvegari úr ferð númer 2. Við sjáum þarna þetta hægt sýnt og þarna sjáum við rauða ljósið vinstra megin á trénu. Það þurfti því þriðju ferðina til og Böðvar hérna vinstra megin og Jónas hægra megin, græn ljós hjá báðum og Böðvar með mun meira aflögu sýnilega og sigrar Jónas. Fyrsta á annað sæti kepptu því Ingólfur Arnarsson og Gunnlaugur Emilsson. Ingólfur hérna vinstra megin. Og þessi bílar voru mjög jafnir og áttu allir von á því líka. En það var Ingó sem sigraði fyrstu ferð og þeir farið í ferð nummer 2. Gunnlaugur þá vinstra megin og Ingólfur hægra megin. Þetta mikið spurningum hvað þeir ná góðu starti. Og þarna náði Gunnlaugur betra starti og það því 1-1 hjá þeim og þeir þurfa þriðju ferð. Þarna náðu þeir mjög góðu starti báðir og þeir sest á stað en það Ingólfur sem að seig fram úr á síðustu metrunum. Við ætlum að sýna þetta aftur hægt því að þessi ferð var mjög tvísýn. Brautin soldið óslétt eins og við sjáum og báðir bílarnir hendast mikið til. Það mikið afl í þessum bílum, þeir eru báðir með nýtróinnspýtingar og þessi stóru skófludekk gefa þeim mjög mikið grip. Það sjáum við að það þarf þó nokkuð til að henda svona 1600 kílóa amerískum fleka fram og tilbaka á brautinni. Áhorfendur voru á því að á miðri braut hefði Gunnlaugur verið á undan en Ingólfur hafði augsýnilega meira afl því að hann skýst hér fram úr rétt á endanum. Felgubreyt á undan eins og við segjum. Í fólksbílaflokknum í útbúnum var því í þriðja sæti Böðvar Eggertsson með bestan tíman 6 sekúndur sléttar. Í öðru sæti var Gunnlaugur Emilsson með 5,28 sekúndur bestan tíma. Hann Íslandsmeistarinn á metið á 5,25. Ingólfur Arnarsson hafnaði í fyrsta sæti og náði tímanum 5,15 sekúndur í keppninni en náði ekki að staðfesta það með þessum 2% tíma sem ég talaði áðan. Við skiptum því yfir í sérsmíðaða fólksbíla og ef ykkur fólksbílar eru sérsmíðaðir með spyrnukefni í huga þá eru það þessi tveir. Vinstra megin Sigurjón Haraldsson á Ford Pinto með 350 kúbíktómum vél og hægra megin Ársæll Magnússon líka með 350. Og það víst ábyggilegt að þessir bílar hendast áfram. Sigurjón náði þarna 4,59 á móti 4,61 og þeir fara því aftur. Sigurjón í hægri braut og þarna setti Sigurjón nýtt Íslandsmet í þessum flokki 4,43 sekundur. Við ætlum að skoða þetta aftur hérna hægt hvernig þessi bílar láta og þeir fara bókstaflega með framhjólinu rétt tipplandi á brautinni. Og má vart á milli sjá hvor frekar að sjá en Sigurjón hafði betur og það það sem gildir. Þessi vega sem í vinstri braut, það að segja hægra megin hérna frá sér núna, hún að koma í sína fyrstu keppni en Sigurjón búinn að vera með sinn Pinto nokkuð lengi. Og Ársæll og félagar var eflaust ekki hættir. Í fyrsta sæti var því Sigurjón Haraldsson með nýtt Íslandsmet 4,43 og þarna bastlast við að koma tilbaka. Og í öðru sæti Ársæll Magnússon með besta tíma 4,61. En á vafalaust eftir að gera betur. Hérna sjáum við hvernig þessar torfærugrindur líta út þegar það búið að taka af þeim skófludekkin. Þetta svona eins og Ford-bíl frá 1920 styrkabát. Það sem var þá eftir að keyra svokallaður allt-flokkur. Þá eru valin 10 fljótustu ökutækin og þeim engt saman og fara eina ferð, þar að segja ef þau tapa einu sinni þá eru þeir úr.
Og fyrst ég fóru saman Gunnar Ólafsson og Gunnar Guðmundsson og Gunnar Guðmundsson hafði betur. Næsta ferð var Guðbergur Guðbjörnsson á sínum Jepsters og Gunnar Guðmundsson á Jepsteri líka. Guðbergur var mjög seinn á stað og Gunnar Guðmundsson nýtti sér það og sló hann út. Þá kom inn þriðji maður sem var Gunnlaugur Emilsson hér í vinstri braut á sínu Duster með 440 og Gunnar Guðmundsson með 350. Og Gunnar var helst til bráður og þjófstartaði og Gunnlaugur heldur því áfram. Þá komin á þessa grind Stefán Helgason hérna vinstra megin og fer á móti Gunnlaugi Emilssyni og grindin hafði betur. Við tókum ekki niður neina tíma þarna, það skipti þetta engu máli, það bara hvor á undan. Það algengt í þessum flokki að menn leyfa aðstofamönnum sínum að keyra. Vinstra megin hérna Stefán Björnsson sem á þessa Chevrolet vegu og hann vann hérna Stefán Helgason á grindinni því að hann þjófstartaði, gerðist helst til bráður á startinu og sló þá bara af hérna á miðri braut og vegan heldur því áfram. Þá kemur til leiks Sigurjón Haraldsson og þarna var Stefán Björnsson eitthvað annað að hugsa en keppnina því að hann hefur ábyggilega litið af trénu eða eitthvað og bara mist af því að það fór niður og Sigurjón Haraldsson þeysti þarna áfram og náði mjög góðum tíma. Stefán Björnsson sennilega ekki mjög lukkulegum við þetta lullir í hjá sér. Næsta fórnarlamb Sigurjóns var Valur Vífilsson og hann ætlaði nú ekki að láta skilja sig eftir hérna á startinu. En var helst til bráður eins og margir aðrir og þjófstartaði og Sigurjón heldur því áfram. Þarna náði Sigurjón besta tíma sem náðist hefur á fólksbíl frá upphafi 4,23 sekúndur. En það var svo Sigurjón Haraldsson sem var fórnarlamb Ólafs Péturssonar því að Ólafur gerði sér lítið fyrir og fór þarna í þriðja sinn 3,79 sekúndur og það var verið Sigurjón 12. Við sjáum þetta hérna aftur, sýnt hægt og sjáum þá betur hvernig grindin eys sandinum fleiri metra upp í loftið. Sigurjón náði aðeins betra starti þarna en það var engin fyrirstaða fyrir Ólaf Pétursson því að grindin hjá honum í mjög góðu standi og verið spömp út mjög miklu afli. Hann því ótvíræður sigurvegari keppninnar en þetta var jafnframt síðasta ferðin í þessari keppni. Þetta var mjög góð keppni og á góðviðri stigi hérna fyrir austan fjall. Við þökkum fyrir okkur fyrir hönd Kvartmjólknúsins og björgunarsveitarann á Eyrarbakka, bílabúð Bennar og BF Goodrich. Takk fyrir.